Já, það er væntanlega nokkuð þungur þakki að því létt. Sigur eftir mjög svona kaflaskiptan leik. Hvað segirðu? Ég fannst það nokkar alls ekki ásættanleg, langt í frá. En allt kredit á Blikana, þeir voru hörku góðir og svona, við svolítið hleyptum, eða þeir náðu hleypur svolítið svona upp og við fylgdum í staðan fyrir að halda svona, og okkur vantaði alla stjórna á leikinn og bara svona fullt af hlutum sem að við svona fengum svona, voru svolítið slegin svolítið utafundir með ákveðna hluti og það er bara eitthvað sem við höfum að vinna í. Gamla svona vannmatið eins og hefur oft gælt við Grindvíkinga, þegar svona fyrirfram talin kannski veikari aðstæðingur, nýlegar komnir. Hvað, komið þið bara hálf væri kæri til leiks eða eitthvað? Já, við töluðum mikið það í vikunni, en jú, það getur vel verið að spila inn í. Öllum ræðum það að Blikarnir eru þetta geti ekki hægt og geti ekki hitt og ég svolítið getur að vinna leik og allt það. Það getur verið að spila inn í, en ég veit ekki, bara það sem að svona slær mann er bara, ég ætla svo sem ekkert að segja hvað það er, en það er svona ákveðin hlutir sem að við þurfum að heldur betur að fara að vinna með. Já, þannig að hvað er þetta kannski sambland af því að við séum ekki komnir eins langt eins og við vildum og Blikarnir bara einfaldlega betri heldur en menn hafa gefið þeim kredit fyrir? Já, eins og svona bara, já, svolítið blanda bara á báðu. Og stánaði með frammistöðu, já, útlendingarna til dæmis? Já, svona bara nei, Jordi var góður, en mér fannst hinnir eiga töluvert inni. Og hvernig næst, þú mætir nýliðunum aftur í næsta leik og þá Skallagrímur í Borgarnesi? Það er bara hörku prógram, alltaf gaman að vera í Borgarnes, svaka stemning og bara, ég hlakka bara til, skilu, það verður hörku leikur. Flott, takk. Takk.